Vertu hjartanlega velkomin. Takk. Í fyrsta vikulega félagsmiðstöðar sponsaða þáttinn. Já. Og við erum komin aftur. Við erum komin aftur. Það er bara staðan. Já. Og við komum hann aftur gerðum eitt þátt fyrir út af unnum quiz. Já. Fyrir það sem vissi ekki þá unnu við quiz. Unnum quiz, já, rústuðum því. Já. Niðurlæðum alla. Alla mótherjar okkar, já. Já. Og í rauninu líka alla mótherjar okkar. Já, og í rauninu líka bara aðra sem hafa tekið þátt í þættinum áður, sko. Já, og í rauninu allir sem hafa unnið líka þegar við unnum með stigamöndi. Já. En það er ekki það sem við erum að tala um. Nei. Og gerðum svo annan þátt eftir áramót, sem var svona áramóta skop. Stemning. En nú erum við komin aftur. Já. Nálægt okkar upprunalegu mynd. Já. Við erum í boði Dominos. Já. Það er risastórt. Það er huge. Það verður ekkert mikið stærri en það. Félagsmiðstöðin í boði Dominos. Dominios. Já, ég mitt sko Dominos er geitin. Já, Dominos er geðið. Og það vita það allir. Við þurfum ekki að fara nánar út í það. Þetta er bara eitthvað sem allir vita. Næsta mál. Á dagskrá. Hvað er frétta? Það er bara volítið. Hvað er það búin að gera? Ég er búin að horfa á handbolta. Einmitt. Já, einmitt. Já, búin að horfa mjög mikið á handbolta. Ég misti þetta vitið bara. Já. En þetta var, mér finnst þetta alltaf vera eins. En er það? Ekki alveg svona eins. En mér finnst þetta samt alltaf vera bara eitthvað svona, við erum með bara 3 af 5 bestu leikmönnum í heimi og við eigum bara að fara í úrslitin, skilur. Og svo einhvern veginn gerist aldrei og svo maður byggir upp ykkur á von og við byrjum vel og svo töpum við hana. Já. Og svo vinnum við Sviss. Og svo töpum við leiknum eftir það, bara aftur farið úr. Og svo þurfum við að bíða eftir eitthvað annað lið vinna eitthvað. Og þá svona, ef við vinnum Ungverja, þá erum við, skilur þetta er alltaf svona. En shit, hvað ég er stoltur af ykkur strákar. Þetta var geðveikt. Já, þetta er ógeðslega gaman líka. Mér finnst oft talað eitthvað janúar sem eitthvað leiðilega mánuð, sko, en það er alltaf stórmót í handbolta í janúar. Já, þetta bjargaði í janúar. Já, og eina sem ég finnst, það er náttúrulega margir talað þetta, mér finnst svona skrítið fyrirkomulagið á miðunum að núti. Þú veist, þú kaupir mið á daginn. Já, einmitt. Ekki á leikinn. Já, nákvæmlega. Og líka bara að þú getur í rauninni keypt miða, það var bara búið að selja upp alla miðana fyrir mótið. Já. Og mér finnst stundum eins og þetta mætti alveg vera í minni höllum til að byrja með. Eða skilfattur eitthvað við út, það var svo oft þegar Ísland var að spila sem voru bara enginn á sveðinu. Já, lúkka, þú veist, það var alltaf einhver frá Íslandi, það var aðalega kannski hitliði sem var ekkert svo margir frá. Og þetta er alltaf bara eitthvað 15.000 manna. Ég var bránaði með þetta, mér fannst það nett. Já, og mér fannst þetta og bara til að enda þetta, þá fannst mér þetta gjörsamlega sturla, sko, og geðveikt. Basically, til að zooma þetta upp, sko. Já. En svo náttúrulega líka, við tókum þetta upp í stúdíó. Já, nákvæmlega. Héldum rosa handboltapartí. Já, það var rosa, fyrsta partíð var insane. Það var out of this world. Það var rögglað, það var komist færið að nýttu. Já, það var ég, þú, Kristmundur og einn í viðbót, sko. Já, hann satt aftur okkur, já. Það var geðveikt. Oh, that night. That day. I'm talking about that night. That day. Já. Þú ert með Gucci tattoo. Já. Sko, ég held að ef við myndum segja við fólk, hvor okkar heldurðu að sé með Gucci tattoo? Hellegsmur eða huginn? Já, ég veit það. Þú ert með Gucci tattoo? Já, sko, en máli var það gleymist. Ég ætla að láta fylla í þetta. Með Louis tattoo? Nei, bara svart. Já. Og ég mun gera það. Já, einn daginn. En svo var En þangað til, þá ertu með Gucci tattoo. Já. Og það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Frá því ég var, hvað held ég að vera gamall? 26 ára. 28 ára. Nei, já, svo var ég að fá mér annað tattoo. Hvað er það? Hvað er það? Þetta er sem sagt afi minn var með sjóara tattoo. Já. Svona af konu. Já. Og svo fyrir neðan skrifaði hann nafnið á fyrstu konuna sinni. Og svo skildi þau og það sett hann rós yfir það. Já. Og þetta var orðið bara svona einhver klessa. Og ég leti sem sagt endur gera tattooið og skrifaði nafnið á ömmu. Í staðinn. Ekki nafnið á upprunalegu konunans. Nei, það fyrir á baki, sko.
En hvað ert þú búin að gera? Ég kannski ekkert gaman að tala. Ég er hættur á lyfjunum mínum, maður. Já. Það er rosalegt, finnst mér. Já, einmitt. Þú varst á lyfjum. Ég var á lyfjum og er hættur að fyrst skipti í 8 ára eitthvað og ég er living, ég er gagged eftir að ég hætti. Þú ert living, ekki á lyfjum. Já, ángríns. Ég geðu veit. Herri, já, svo erum við líka, og eins og ég sjáu, það erum við ennþá í Tebo-stúdíónu. Já. En við erum samt komni með nýtt rými, Já, þetta er mesta við move í heimi. Við erum komnir með rými, við bara erum ekki alveg búin að nenna að setja almennilega upp, sko. Og fara og kaupa græjur og svona. Já, en þannig að við erum á milli rýma og við erum fyrir að vera núna einu sinni í viku. Já. Og alla 50 daga heldur við. Alla 50 daga heldur við, já. Fyrir eftir hvenær þessi þáttur kemur út. Já, en hann kemur út á 50, en ég vil svona spá bara ef það er einhver annar dagur sem fólk vill fá þetta, þá bara látið okkur vita og við hundsum það. Sendir mail á gucci.tattoo@huginn.is. Já, mér finnst ógeðslega þess að komin upp í tónil og vera komin með stúdíó. Líka út að þú veist, þá svona, finnst mér svona líklega að ég geri meiri tónlist og svona, þú veist. Já. Eitthvað svona. Þetta er geðveikt. Ég er náttúrulega, það sem ég er búin að gera er bara að gera tónlist. Ég er búin að vera að vinna í plötu sem að... Já, við erum að ræða. Hvað? Uppselt. Það er uppselt. Það var alveg hiti. Já, snippetið. Snippi. Já. Snippi. Nei, já, það er bara, þú veist, þetta tala bara fyrir sig sjálft, held ég, þetta snippet. Já, það er geðvikt. Já, takk fyrir það. Og líka hana sem þú postaðir það varst í bústaðanum hana. Já, einmitt, já. Það er trillt líka. Já, ég og Þormóður, við erum búin að vera að vinna að plötu og hún kemur út í haust, þannig að meira það síðar. Ennþá uppselt í höllina. Það er 50, á morgun, kannski plökkum fyrir okkar mann Kahn, hann er að meðsalega á Kahn í höllina. Já, ég sá hann að posta ykkur myndböndum að sér ef hann var ungur. Hvað hann var ungur, maður. Ég veit ekki, algjört baby, sko. En plataðin kemur út í haust? Nei, hún kemur út í vor. Já, ég var kemur hún ekki fyrir tónleikana? Jú, mars eða apríl. Já. Ég vil vera á henni, takk. Já, bara greiða. Ég er með demo sem ég ætla að sína þér á eftir. Já, getur verið málið. Svo náttúrulega er Krismundur að droppa lagi 5. Já, einmitt, það er núna föstudaginn, ekki? Nei, 5. daginn. Það er 5. daginn. Þegar þetta kemur út, kemur þetta að þið klárið þáttinn. Fara að hlusta á lagið, með honum að Bubba Mortens, það er risastort. Og ég var að segja við Átnaðan að mér langar að hlusta það með honum út að ég fór að grenja þegar ég var að hlusta það, sko. Já. Ég er mjög peppaður. Já, þetta er ógeðslega, þetta er svo fallet lag. Mér líður þetta verði... A banger. Já, bara hjút slag, sko. Þetta er svo ógeðslega innlægt og... Geðveikt. Við höldum með Krismundi. Já. Mér langaði að... Já, shit. Hvað? Nei, ég ætla að... Jú, sko, þetta er samt bara um mig, sko. Þú ekki segja hvað. Sko, ég veit ekki alveg hvernig þessi líði verður, sko, en ég pantaði þessast ból á Ingu í jólagjöf, bara svona gríngjöf. Ég fekk bara eitthvað upp á Facebook og hérna, ég ætla að finna mynd af honum. Hérna, það sem að ég gæti látið setja mynd af henni með Edward úr Twilight. Þetta er auglýsingin sem ég fekk og ég læt, þú veist, Eiður setur þetta upp á skjáin. Svo var þetta ógeðslega, svo var ég ekki búin að fá þetta. Eða það hefur ekki búin að shippa, þannig ég sendi þeim 15. desember. Why hasn't my order been shipped? Og þeir senda 17. eitthvað, so sorry for the inconvenience, please accept sincere apologies eitthvað. Og would you like to accept a resend? Og þú bara eitthvað, you always say this. Já, nei, svo fekk ég bólinn 9. janúar. Og þú átt að lesa þetta. Þetta eru e-mailsamskipti mín með fyrirtæki og þú ert búin að lesa íturinn niður. Ok, á ég að lesa þetta á ensku? Já, ég lesa þetta á ensku bara. Huginn segir, hi, this t-shirt is really, really small. Even for a kid, it wouldn't fit. I ordered it in L. I had to wait much longer for it to arrive. And now this. Þú sendir þetta á support@cherrykitten.com. Og Huginn heldur áfram. What the hell goes on in this place? Is this some kind of nasty joke? Am I on punked? You made a fool out of me in front of my in-laws and I will never forgive this. I demand a phone call with someone in charge.
Þetta ekkert eðlilega gott. Dear customer, so sorry for the inconvenience caused to you. We received your photos already and thanks for that. And also we shipped the item to you according to the requirement. May we know if you have measured the actual size with a reference to the size chart on our website after receiving the t-shirt? Could you please provide us with a picture of the size you measured? We will help you solve it in time after receiving the photo and we will help you resolve it ASAP after we checked. Og hugir heldur áfram. Við verðum eiginlega að setja sko, þið sem eru bara að hlusta en ekki horfa, sko, huginn setur mynd af sér í bólunum. Já, ég set mynd af mér í bólunum, sko. Og við munum setja þessa mynd inn á félagsnúmiðstöðin Instagramið. Já, ég ætla að láta bara poppa á skjáin, eða þú veist. Já, ég veit það, en svo það einhverjum sem ekki Já, sem getur kíkt. Já, myndin fyrir. Á Instagram, já. Huginn svarar þessu. I have had body complexes, but nothing compared to how I felt after I put this t-shirt on. I totally broke down in front of my girlfriend's family and they were laughing at me. No, I did not check the size chart. I usually use L and just thought it would fit. I will measure it soon when I'm ready. Can I talk to someone in charge? I can call on WhatsApp. I need to get this off my chest. Þú svo rugglaður. Dear customer, we apologize for any inconvenience this may have caused. This is a women's baguette which naturally runs smaller than regular t-shirts. Thank you for understanding. I saw nothing saying it was for women, segir í caps lock með 3 upprunamerkjum. I am not a woman. Why would I order for women? What kind of place is this? Are you kidding me? This feels like a big scam. Can I get a phone call? Dear customer, as you said, you usually use L. That's the regular shirts. This shirt is a baby tee style. It's stated on the web cropped length and fitted silhouette. So it will be smaller than regular shirt in the same size. Please confirm. Best regards, Randy. Wow, segir hún. I didn't realize that I had to read the small letter. It's like you're trying to hide this on purpose to trick innocent people like me to spend money on something that will only humiliate them. You must get emails like this all of the time. Þetta sko ég komin í sko þetta 4 dagar af þú að grilla í þeim. Þetta það sem ég, já. Dear customer, thank you for the email. We sincerely apologize for any inconvenience. Thank you very much for informing us. As a compensation, we will refund 20% of the product price. Sincerely, Shai Yi. Þannig komin einhver annar. Thank you for your response, segir Huginn. I'm just happy that you accepted your responsibility in this disgusting case. Viku seinna. I have been speaking with my therapist about this and I am feeling better. Yes, please correct it in the baby tea department. You must get this all the time. If you need any help with anything, just let me know. Thank you. Dear customer, please do not worry. This 20% has been issued for you and the amount will be back to your account, which we use to pay the order. Okay. Þannig að allt gott sem endar vel. Algjörlega. Það sem mér fannst bara leiðilegast við þetta var ekki nóg með það að þeir þetta átt vera jólagjöf og þetta náttúrulega augljóslega kom ekki fyrir jólin. Nei, ekki fyrir jólin 2005. Nei, og svo var þetta bara miklu minna og þú veist, og eins og ég sagði að ég sé þú verið klökkur bara og tala þetta er bara, þetta er svo mikið svona reiði. Já, rífur upp eitthvað drama. Já, bara að og svo einhvern veginn, svo voru þeir að bleima mig. Já, og það fauk í þig. Það fauk í mig, sko, bara, þú veist, já, it's for women, ég bara, já, am I a woman? No. Why would I order for women? Am I a woman? No. Ég var, sko, ég reyndi að fá að tala við einhvern í síma. Ég ætlaði að taka það upp, mér langaði svo, en það hefur við ætluðu bara ekki. Og mér fannst bara svo fyndið að þau væru, þú veist, þetta er bara eitthvað fyrirtæki sem að vill, þú veist, má ekkert vera dónlegt eitthvað, skilur, en þau voru bara, hvað er að gerast hérna, skilur? Aðeins minn guð. Já, og þau voru bara að reyna að vera kurteis, bara, as you can clearly see, it says baby tea, og ég bara eitthvað, með bumla að tróða mér einhvern pínulítið ból, og sendaði mail. You know nothing. You know nothing. Oh yeah, I need to read the small letter. Yeah, right. En já, og ég fekk 20% tilbaka. Það geði veit, hvað bara 700 kél.
700 kall. Ég ætla að nota þetta á tenni. Geðveikt. Ég er með nýjan lið fyrir þig. Ok, geðveikt. Hann heitir Hubby My Hubby. Hubby My Hubby. Ok. Þú kallar Hubby. Já. Og Hubby þýðir husband. Já. Og ég bað ég veit ekki hvort það farið fram í það, en ég bað hlustundur okkar að senda inn. Það? Já. Og í rauninni biðja þig sambandsráðgjöf. Ok, já. Þetta er rosa mikið konur eða samkynir kallmenn að biðja eitthvað svona ráð gagvart sinn hubby. Já. Þess að þetta hubby, my hubby. Já, ok, ég skil. Fattar þú? Já, ég fattar nákvæmlega hvað átt við. Ok, þannig ég ætla bara að lesa. Já. Jú, það verður alveg farið frá mér að varst að biðja fólk að senda, en gegja til það. Já, það barst ein hérna. Ég hefst nokkra reyndar en ég sikta út. Já. Og bara það var ein í þessum þetta. Þetta er Hubby My Hubby. Hi Hubby. Ég ætla að koma með beint að efninu, en ég og My Hubby erum að safna okkur fyrir útborgunni íbúð og hefur gengið vel að leggja fyrir. Ég er í fullri vinnu og hef verið að gera neglur á kvöldin, meðan maðurinn minn sinni vinnu samviskusamlega. En þannig mál með vexti að maðurinn minn er algjör dellukall. Hann er yndislegur og góður við mig, en hann á það til að sökkva sér ofan í áhugamál, kaupa alls konar græjur og fær svo leið á því eftir 2 vikur. Nú er hann nýtekinn upp á því að spila golf og er vægast sagt farin að ganga á sameiginlega sjóðun okkar fyrir íbúðinni. Já. Hann er að vísu ekki búinn að kaupa golfsett, en hann er að eyða að meðaltali 50-60.000 á mánuði í golfhermi. Ég elska hann út af lífinu, en hvernig fæ ég hann til að hætta þessum ófróskaða golftöluleik og fullorðnast og kaupa íbúð með mér? Ástakveður Sigrún 31 árs. Sko, þú veist, ég hef náttúrulega, við hefum náttúrulega báði verið báði megin við þetta borð, ég og þú. Og, þú veist, mér finnst einhvern veginn Sigrún, 31 árs. Frá Hvolsvelli. Frá Hvolsvelli, þú veist, að, já, ok, þú veist, það er kannski erfitt líka, þannig að það væntanlega keyra svolítið líka til að fara í herminn. En svo er líka spurningu, vill hún eignast íbúð með honum með óhamingjusöm manni? Eða hvort vill hún eiga íbúð með óhamingjusöm manni eða leigja með golfsnilling? Þú veist, mér finnst þetta líka bara eitthvað sem hún þarf að gera upp við sig. Og mér finnst þetta líka bara eiga við fleiri. Þetta skilur að fleiri sambönd á. Já, í kringum okkur. Og ef að menn vilja stunda golf, og það eiga þeirra, og konur auðvitað, að þá finnst mér það eiga að fá að gera það. En mér finnst stóra spurningin vera að sko, ef að Sigrún vill fá lítinn bældan og leiðan kall sem á íbúð á Hvolsvelli með sér, eða hvort hún vilja skælbrósandi golfsnilling sem að En þú veist þessu upp að 50-60.000 mánuði í golfhermi, þú veist, er það ekki smá mikið? Jú, það er náttúrulega mjög dýrt að vera í golfhermi, en hún getur líka sagt við hann, sko, að þú veist, ef þau myndu til dæmis taka saman það sem þau eru búin að safna fyrir íbúðinni og kaupa bara golfhermi. Já. Og byrja kannski að leigja hann út. Byrja að leigja hann út, að þá myndi, sko, áhugamáli hans kaupa eignina fyrir því. Og mér finnst einhvern veginn að í staðin fyrir að fólk sé að reyna að stöðva svona, að þá er að reyna að finna leið til að láta þetta ganga allt saman, þú veist. Þannig að þitt ráð til Sigrúnar í rauninni opna golfhermi á Hvolsvelli með manninu einum og láta þetta, þú veist, láta áhugamálið hans borga eignin ykkar. Þetta er ekki sammála? Þetta er bara, jú, þetta er geðveikur hugmynd. Já, mér finnst þetta geðveikur liður. Það er geggja líka, þetta er svo, mér finnst líka svo geggja að hún Sigrún, sem er auðvitað hlustandi hjá okkur, sé að spyrja eitthvað sem tengist okkur svolítið, skilja. Já, einmitt. En ég er satt alveg sammála, mér finnst golfhermar vera svolítið dýrir, en ég held að sé svolítið bara svona frambóð eftirspurn, sko. Þeir hækka þetta bara til að fólk hættir að bóka. Og það er alltaf bókað út allt. Já, nokkulega. En svo er spurning með á Hvolsvelli, sko. Hvort sé gap in the market. Þannig að þú segir bara, Sigrún, opnaði golfhermi. Opnaði golfhermi með manninum og láttu... Hætti að gera neglur. Já, hætti að gera neglur. Þetta kom leið á því. Já. og þið kaupið eign með áhugamálinu ykkar. Golf áhugamálinu ykkar. Takk, Hubby. Ekki máli. Ég ætlaði líka... Nei, ég fari líka og segi frá hérna
hann sem ég gerði, við sem við tala golf þá var ég að borða daginn á veitingastað og ég náttúrulega sko mjög ýktur með svona áhugamál sem... Varstu á Dominos eða? Já, ég var á Dominos Fékk mér meat and cheese Classic og fór út og var að keyra og sá svona bikara búð svona sem að svona metalíður einmitt, svo getur bara búið til eða keypt bikara og ég sem sagt forvitin og náttúrulega golfmaður og fer inn og í fyrst ætlaði ég sko að fara inn út að við erum alltaf að tala að vera með keilumót esjuverk að gera, við erum að tala um það í 3 ár sko og ætlaði að gera fyrir það, svo fór ég að sjá það eru hérna golfbikarar til og Inga kærasta mín alltaf hérna hún alltaf svo bara þegar ég fæ eitthvað nýtt áhugamál og ég bara alltaf að fá eitthvað nýtt og ég fæði bara heilan og bara eitthvað, allt YouTube mitt bara eitthvað gæjar að spila golf tölvuleiki og búa til golfhermi heima en ég ákveða og við förum oft í golfhermi í Hafnarfirði og hérna Þú veist það myndaðlega og já, það rétt og ég sérst tala fyrir gaurinn og það sé bara eitthvað golfbikar bara 1500 kall eða eitthvað 2500 eitthvað og ég spyr bara hvað kostar að láta merkjan hann bara eitthvað 1000 kall bara, hvað kostar að láta merkjan kylfingur mánaðarins í golfherminum í Hafnarfirði huginn frár bara 1000 kall og bara hvað ertu lengi að því bara tekur nokkra daga ég bara bókaði það bara leið mér að borga þannig ég borga staðgreiða dæmi og býði nokkra daga svo fæ ég bara SMS, þetta tilbúið fer og það hérna bikarinn kylfingu mánaðarins huginn frár og ég fer með hann á pósthús og ég kaupi kassa, svona póstkassa og hérna og skrá hann inn þú veist, en þú veist, ég læt senda hann á afgreiðsluna en ég fer áður en og svo því ég ætli ekki actually að senda hann ég vildi bara fá miðan á kassan og senda hann til okkar fjölskyldunar á Hlíðavegi og keyri heim og það var rigning og ég svona, þetta alltaf augljóst eitthvað en ég svona fer út og rúlla honum í svona poll eins og hafi verið úti kem heim og segi við ykkur bara nei, heyrðu, það er eitthvað pakki fyrir utan til fjölskyldunar á Hlíðavegi og hún bara, og ég sé strax og hún bara, hvað er þetta? Ég veit það ekki hugmyndu það svo bara og ég bara, býttu, er þetta bikar? Nei, býttu, kylfingu mánaðar hann og ekki á hverjum degi sem hann fær verðlaun og þetta var hvað er að þér og þetta var bara, mér fannst þetta bara og finnst ennþá, mér finnst þetta geðveik hugmynd sko, og mér finnst þetta eitthvað sem fólk ætti að gera meira, þetta er miklu ódýrara en það virðist vera. Fólk ætti vera meira að gefa sjálfur sér byggar. Nei, kannski ekki sjálfur sér, en þú veist að senda. Bara vinum og vandamönnum, bara byggar. Bara vinur ásins. Bara geggjaður. Bara geggjaður, Árni Páll. Bara þú geggjaður, skilur. Og bara þú kostar 2.000 kall, skilur. Þetta minnst þetta að vera svo mikið svona dæmi sem enginn er að nýta sér. Algjörlega. Þú geggjaður ásins. Þú geggjaður ásins. Þetta er geðveikur byggar. Þetta er trillt. Þetta er vintage. Þetta er vintage dæmi, þetta er mjög gott. Þetta fæði kannski bara hanga í stúdíónu. Í þeirra stúdíó hérna. Já, þeim, tebúðinu. Ég ætlaði að henda þér líka í hérna, ég fekk sko skilaboð, ef við fengum skilaboð á Instagram, nei, þetta er ekki eins og, bara, ég sett hana í story í félagsmiðstunni eitthvað, hvað vil ég sjá eitthvað og fólk sem voru að biðja gömlu liðina og ég var bara búin að gleyma mörgum að við vorum með eitthvað hérna, ég man eftir Hubquiz og Nutquiz nötti, professor og hérna samsæriskenningar, alveg rétt, já og já, sko þannig mér langaði smá að henda þér bara í nötti prófessor, sko, þetta er kannski ekki rosa mikið prófessorspurningi, mér langaði bara að heyra bara saga handbolta, hvernig þetta byrjaði og þróaðist
frá þér, bara frá byrjun. Ok, já, ekkert mál. Handbolti kemur upprunalega frá Róm. Á tímum Césars. César. Já, hann var náttúrulega í Róm. Já. Og þetta sem sagt, en þá var handboltinn spilaður í rauninni á hestbaki. Já. Og voru já, það var fólk á hestbaki þá. Já. Ok. Og þetta, hann var spilað í rauninni á upprunalega mynd handboltans sem sagt, já, á hestbaki með í rauninni svona hvað kallar þetta? Bolti. Bolti? Já. Og já, það var hann Arkitemes sem var hægri handar Skytta. Hann var hægri handar Césars. Já. Arkimedes hérna. Já. Hann sem sagt fann upp á þessum leik. Og hét hann handbolti þá eða? Nei, hann hét Arkimedes. Leikurinn? Nei. Já, þá já, leikurinn. Já, nei, leikurinn hét ekki handbolti. Af því að þeir töluðu ekki íslensku. Já, þú meina, já, þetta. En hann hét Handabelleo. Ok, já. Og en já, og það svo í rauninni bara þróast þetta og það er í rauninni þannig undir lok fyrri heimsstyrjaldarinnar þá breytist þetta svolítið mikið, þá koma þýsku áhrifin inn í þetta líka. Já. Og þetta blandast einhvern veginn allt saman og verður þessi geggjaða leikur sem við þekkjum í dag. Þannig að það var ekki fyrir hvað seinni heimsstyrjaldinni sem að hesturinn... Nei, undir lok fyrri sem að hesturinn fer. Já. Ok. En það var svo erfitt að fá hesta. Já, þetta er bara frambáð eftirspurn. Já, út af stríðinu. Það var ekki hægt að það var allir hestar sem var völ á og þetta þurfti að fara í stríð. Já, þetta. Já. Ok, ég vissi þetta ekki, ég vissi ekki að líka... Það veit þetta ekki allir. Nei, það er bara mjög fáir, held ég. Þetta er eitthvað sem ekki allir vita. Nei, já, ok. Ég hugsaði svo oft, sko, ég veit ekki hvort sé bara nostalgía. Jú, þetta er pottið bara nostalgía. Ég var alltaf bara að hugsa bara að vilja fá fúsæna og... Já. Þú veist, einhvern veginn í minningunni... Núna? Já, okay. Fúsi væri líklega eini sem gæti kom inn á þetta, hann er á línunni, skilur. Já. Hann kannski svona, maður bara ofta að hugsa tilbaka, þú veist, 2008-2010. Mér líður líka svona með fótbolta eins og fótboltamenn hafi verið betri þá en núna. En ég held sé bara nostalgía. Já. Ekki? Ég fylgir svo lítið með íþróttum. Horfður ekki þegar við vorum í Ólympíuleikunum og hvað? Jú, þú veist, eitthvað kannski, en ég var ekki eftir því þannig. Nei. Bara pleysið svona. Já. Það var einu sinni gerður einn handboltaleikur. Já, einmitt. En það var eitthvað algjört flopp, held ég. Já. Menn voru að tala um það svo flókið að ná hreyfingunum og eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Við erum frá tenni. Já. Saman tíma. Já. Ég er mjög spenntur. Við höfum farið til útlanda tvisvarsinnum áður. London og Köpen. Og þá í London voru á weekend. Köpen voru með tónleika. Já. Já, og núna erum við að fara bara með fjöllunum. Cozy. Ég hef aldrei farið. Nei, ég fór í fyrra í fyrst skipti, ég held tónleika. Hafðir aldrei farið áður? Nei. Ég held að ég væri bara með einn af þeim síðustu bara sem hefði ekki farið. Já, einmitt. Nei, ég fór í fyrst skipti fyrra. Er þetta eins og þetta, ég hef oft talað um að ég vil ekki að fara út að það er svo ógeðslega mikið Íslendingum. Maður langar einhvern veginn ekkert að fara í það, en kannski er það bara næs, ég veit það ekki. Já. Það er mjög mikið Íslendingum að það. Það er bara staðan. En þú veist, það er fínt. Þetta er bara, sem ég eins og vera í Íslandi nema bara gett góð veðri. Já. En þetta er alveg svona þægilegt, bara labba og... Já. Ég er enda að vara á frekar lélum stað síðast. Þú veist, ég þurfti að keyra svolítið síðast. Já. En við erum á öðru hóteli núna þar sem maður er svona meira center. Já. Við náttúrulega erum aðeins frá, held ég, eða við erum kílómetri frá ykkur eitthvað. Já. En við erum enda með bíl, þannig að... Einmitt. Og mér langar líka svolítið að keyra hinum minn á eiguna. Já, það er Taco Bell þar. Taco Bell? Já. Hvar eru það? Ég googlaði það. Já, ég er nefnilega átta mikið alveg á, sko, mununum á, það eitthvað norður, suður, hversu stórt þetta er, einmitt, hversu margir búa þarna. Við erum farið í algjörstemming. Algjörstemming, ég er ekkert eðla til í það. Ég er mjög spenntur. Fara bara fyrir, við erum á svo næs einhverju svona cozy hóteli og þeir eru líka mjög næs hóteli. Já.
Já, og mamma mín að koma með Já. sem ekki hefði vikt. Já. Herri, já, það er komið að liðinu með Manchester. Manchester. Viltu byrja? Já, ég var með nokkra hluti. Ég var með 2 sem kannski tengjast, ég ætti kannski að setja það saman. Ég manst eftir Vaffa-S-bólur í pulsupökkum og manst eftir tölvuleiki í morgunkotni. Nei, ég man ekki eftir því. Ekki? Nei, hvað var það? Þá fékkstu bara disk í morgunkotninu, skilur, svona í PC. Ok. Og gæti spila, þú veist, eitthvað Frosties Tetris. Ha? Já. Er þetta eitthvað sem var bara í Danmörku, eða? Nei, þetta, í minningunni var þetta á Skagaströnd. Aha. Já. Og svo náttúrulega, og líka myndirnar í pulsubökunum, það er líka á Íslandi. Já, ég man eftir því. Ég man eftir Jón og Jón Bjarna. Já, nákvæmlega. Byrjum að sjá, hvernig segir maður, Serial video game. PC game. Á meðan þú finnur þetta, manstu eftir hérna, það var í stuttan tíma, í svona hálft ár. Já. Ok, talandum mitt, Dominos. Það var pizza á matseðli. Eða botn á matseðli. Þú veist, það er ítalsku botn, það er klassísku botn og það er pönnu botnin. En það var einn botn í viðbót í svona hálft ár. Og pizzan var skorinn öðruvísi heldur en aðra pizzur. Var það keto? Nei, þetta var ekki keto. Þetta var, þú veist, þetta var þynnra heldur en þunnbotna. Þetta var þynnra heldur en ítalskur og hún var svona crunchy. Aha. Og hún var skorinn ekki, skilurðu, eins og venjuleg pizza, Já. heldur svona eins og heimagerð pizza. Já, kassar. Í svona kassa. Það, hvenær var þetta? Það man enginn eftir þessu. Þetta er 2015 og ég er búin að spyrja af því þetta var minn go-to bot. Aha. Og mér líður eins og ég sé eitthvað rugglaður af því að það er bara allir sem ég tala við bara nei, ég man ekki eftir þessu. Er ekki pæling að við fáum að gera fjölsmiðstöðapítsu með þessum botni? Það var sturlað. Ég held sko meira þess að Ási Dominos, hann var bara að læra hjóla eða eitthvað. Þegar það var? Já. Þegar þú varst að haka þetta í þig. Þetta er svona 2014-2015 og þetta var bara í 12-tómu. Það? Akkur er mannstu svona vel eftir þessu? Af því þetta var bara minn go-to bot. Aha. Og hann var bara miklu þynnri og stökkari heldur en hinn í botnir. Þetta hljóma mjög vel. Þetta var geðvikt. En það man enginn eftir þessu. Er þið til að senda okkur á félagsmyndstöðin Instagraminu ef þið munið eftir þessu? Og ef einhver frá Dómurslista með senda okkur bara áspyrðir af þessu. Nei, þeir hljóta að vera með eitthvað þegar þeir voru auglýsitt á eitthvað. Það hlýtur að vera einhver sönn. Ég hef ekki fundið einhver, ég hef ángurins að ég hef átt þess að bókstala þessar samræður oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Ég hef googlað mig í gegnum það og ég finn ekkert þetta og það er eins og ég sé bara eitthvað rugglaður. Heldur þú sért það? Já, en kannski ekki endur á þessu sviði. Ekki á þessu sviði. Herri, ég held að við ættum að kíkja í brot úr öðrum kafla. Ok, ég er fara að lesa. Já. Ok, tökum, er þetta ekki svona smá í lokin bara, legstur fyrir svefnin? Jú, ég held það. Ok. Og já, ekkert verið að drífa í gegnum þetta. Lesta bara rólega. Ok. Já, bara svo þið vitað líka, þetta er, þú veist, út af, við ætlum að reyna að selja þessa bók, skilur, og þá endar þetta á smá, þú veist, ég klára ekki alveg kappan, skilur, þannig að það stoppar kannski. Já, við ætlum að reyna að selja glassur yfir réttin af þáttunum líka. Já. Árni satt kvíðinn með kleinurring eftir generalpröfuna fyrir höllina. Jón hafði algjörlega gengið fram á honum. Svona yfirgang og dónaskap hafði Árni ekki séð áður. Hann hugsaði með sér, Jón er svo mikið fucking frík á meðan hann gjörsalega brotnaði niður. Það sem gerist var að Árni var að taka dansinn sem hann elskar mest. Í seinna viðlæginni Gemmer, en honum finnst eitthvað losnað í mjöðmönnum sínum þegar hann dansa við það lag. En þegar hann er að taka lokaspórið þá fellir Jónan. Árni fellur kylliflatur á magan. Jón tekur í rassvasan hans og lyftir upp og ýtir niður aftur og aftur eins og Árni sé að hömpa gólfið. Jón spyr hvort hann vil ekki bara byrja með þessu gólfi. Viltu ekki bara byrja með þessu gólfi? Aron Kahn heyrist hlæja og er takið upp. Þetta var plana hjá þeim, en Frikki stígur inn í þetta og segir, látið Árna vera, og missir út úr sér, hann er minn. Jón, Aron og Rúrik verða augljóslega vandræðilegir.
þegar Friðrik Dór lætur þá heyra það og láta sig hverfa inn í búningsklefa. Frikki og Árni sitja hlið við hlið í þögninni í þó nokkur tíma. Frikki segir við Árna að hann verði að læra að standa með sjálfum sér. Það sé það eina sem virkar á svona hrekkjusýn. En þá segir Árni svolítið sem kom Frikka óvart. Ég gæti alveg staðið upp fyrir sjálfum mér, en þá væru við ekki orðnir eins nánir. Þú stendur alltaf upp fyrir mér, elskan. Frikki brosir og horfir djúpt í augu Árna og hvíslar. Við getum orðið enn nánari. En leið og Frikki klárar þessa setningu kemur Máni umboðsmaður og Stella Rósinkrans strunsandi inn. Máni segir hvasst. Hvað andskotanum er að gerast hérna? Strákandi spyrja hvað var að gerast, en Máni sýnir þeim að myndbandið af Árna að hömpast á gólfinu er komið á TikTok og orðið væral undir hashtaginni #nuttyfuck. Það fór ekki einungis væral á Íslandi, en það náði hátindi sínum þegar tónlistafólk á borðið Lady Gaga og William Hung tóku #nuttyfuck-dansinn og sett á TikTok. Árna leið augljóslega illa yfir hvernig þetta mál hefði þróast og Friðrik sá það. Reiðin kraumaði inn í maga Árna eins og allir vita að þegar Árni verið reiður þá étur hann og grætur. Þetta var brot úr þetta var, og þetta líka, minnst þetta líka svo gaman að leyfa fólki sjá bara bak við tjöldin í Ice og þú veist, þetta er ekki allt bara Sunshine Lollipops að vera popstjarna og það er mikið egum í gangi þarna og líka, þú veist, fólk sem heldur að einelti sé kannski bara í grunnskólum eða börnum, þú veist, alls ekki, sko, þú veist, og það hefur fyllt Árna í gegnum alla tíð. Já, það hefur fyllt Árna, þú veist, það skiptir engu máli hvort Árna sé í grunnskóla og leikskóla, Ice Guys, þú veist, eða hvað sem er, sko, þú veist, hann er bara lagður í einelti. Já. Hvernig fannst þér þetta? Mér finnst það bara geðveikt, ég langar til að lesa næsta kafla. Mér langar eiginlega að fá Frikka sem gest og ekki segja hann neitt frá þessu og svo bara, þú veist, gerum við bara svona gular línur þar sem hann er að lesa. Já, ég til í það, ég feitt til í það. Mér finnst líka nuttyfuck svo fucking #nuttyfuck. Líka bara byrja með þessi gólfi. Já, ég til í það, fáum Frikka. Hann er ógeðslega fyndinn. Mér finnst ekki allir vita hvað Frikki er fyndinn. Nei, hann er mjög lúmst fyndinn. Já, hann er það, sko. Og hann er svona kannski feimnari en svona slakari, meira tilbaka. Já, en hann er, með svona kaltaðinn og góðan húmor. Hann er náttúrulega okkar besti vinur. Já, hann er topp. Eitt besti vinur minn. Já, hann er topp 1 líka mér, sko. Já. Ef ekki bara setja gott. Jú. Við þökkum ykkur kæru hlustundur og við þökkum Dominos og hvor öðrum. Já, þökkum hvor öðrum. Og þið megið líka, þið sem eru að hlusta, þið megið follow okkur á Instagram. Já, @félagsmiðstöðin. Við erum á TikTok, @félagsmiðstöðin KBE. Já. Og reytið okkur á Spotify og podcast og svo þegar við erum komin í okkar stúdíu það verður komið meira rútína á þetta. Já. Betri mynd á stúdíónu og takk teboðið. Já, takk teboðið fyrir að bjarga okkur og bara, já, ég hugsa næsti þáttur þá verðum við bara komnir í okkar stúdíó og þá verður komið betri rútína á þetta. Já. Við erum að læra á þetta og finna okkur með ykkur. Já, þetta er svo yndislegt. Þið eru yndislegt. Þangað til næst.